Ég sem sagt fædd bara hérna í Reykjavík 1961 og gekk í skóla í Vesturbænum og Austurbænum út allt, ég held ég að færi nokkra skóla. Lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Hamrahlíð 1980 og hjúkrun 86 og eftir það þá fór ég til Skotlands og vann þar í hjúkrun víða í Edinborg og kom svo hingað á Landspítalann 1991, þannig ég á 30 ára afmæli í ár. Ég ætlaði alltaf að vera hjúkrunarfræðingur. Ég held ég að vera 5 ára þegar ég fór inn á Landspítala, þessi barnadeildin var inn í gömlu byggingu og ég man ennþá eftir lyktinni sem var þar. Ég held að það hafi verið 11B. Þar var mjög góð lykt og ég ákvað það þarna ætlaði ég að vinna þegar ég er stór. Ég bara stóð við það. Í millitíðinni fór enda móðir mín í hjúkrun og hérna, ég gat fylgst með hennar námi áður en ég byrjaði sjálf. Aldrei séð eftir því. 91 var ég ráðin á hjarta-lungnadeildina sem þá var á 11G á Hringbrautinni. Var þar hjúkrunarfræðingur, svo var ég aðstoðardeildarstjóri og deildarstjóri. Ég var í því starfi 10 ár og hætti 2008 og þá hafði ég farið í mastersnám og hætti sem deildarstjóri og fór að vinna sem sérfræðingur í hjúkrun. Og það eru sem sagt rúmlega 10 ár sem ég hef verið í því starfi. Síðan fór ég í doktorsnám og eftir það þá var ég ráðin líka sem lektor við hjúkrunarfræðideild og svo hérna á Landspítalanum áfram sem sérfræðingur í hjúkrun. Og núna er ég sem sagt aðalega með fókusun á sjúklingafræðslu. Og upphafið þessum rannsóknarferli mínum má kannski rekja til aldamótin 2000 þegar ég var deildarstjóri við hjarta- og lungnaskurðdeild. Við vorum að bæta þjónustuna okkar langa til þess að skipuleggja almennilega útskriftafræðslu og við vissum í rauninni ekkert hvað áttum að segja við fólk því við þekktum ekki hver afdrif þeirra voru eftir útskrift. Og við gerðum bara mjög fína rannsókn hérna á meðal sjúklinga sem hefðu útskrifast eftir hjartaskurðaðgerð. Þetta var mjög skemmtileg vinna og hérna eftir þetta fór ég í meistaranám og lauk því 2006 og rannsóknarefni mitt þar var sem sagt ómeðferðarhæfnir sjúklingar. Ég auglýsti eftir fólki með sykursýki sem hérna fylgdi ekki meðferð og gerði rannsókn þá reynslu og það var mjög lærdómsríkt og mjög skemmtilegt og þá var nú kannski bara búið að kveikja í mér með þessa áhuga á rannsóknum og undanfarin 10, 12, 13 ára er ég búin að vera bara meira og minna í rannsóknum. Og ég byrjaði með því að fara í verkefni með Finnum og sjúklingafræðslu fyrir hérna fólk sem fyrir liðskiptaaðgerðir og svo hef ég sem sagt unnið þetta smá saman og fókusin hefur fyrst og fremst verið á líðan fólks. Við hef fylgt mörgum hópum með sjúklingum eftir útskrift eftir meðferð, líðan þeirra, einkenni, þörf fyrir fræðslu, þekking á sjúkdómnum sínum og hérna heilsutengd lífsgæði og svo núna heilsuleysi er svona nýjastu hugtökin sem ég hef verið að skoða. Og ég hef verið að gera það með mörgum sjúklingahópum, skurðsjúklingum, alls konar hjartasjúkdóma, fólk með gáttatif, kransæðasjúkdóma, hjartabilun og skurðsjúklinga, bæði lungnaskurðsjúklinga, heildarhópasjúklinga, fólk sem að fer í ígræðslu á sérstökum gangráðum vegna hjartabilunar. Þannig ég verið svona, það er rauði þráðin í gegnum hjá mismunandi sjúklingahópum. Ég hef líka mikinn áhuga á starfsþróun hjúkrunarfræðinga og ég hef gert nokkrar rannsóknir á hæfni þeirra og færni í meðal annars sjúklingafræðslu hlutverkinu. Og svo hef ég líka verið að gera rannsóknir mismunandi sjúklingafræðslu aðferðir. Ég hef sérstakann áhuga á tæknilausnum. Hvernig getum við notað fleira heldur en maður og mann aðferðina eða einhverju bæklinga sem við skrifum. Þannig að ég hef verið að búa til tölvuleiki sem kennslumiðil og líka verið að rannsaka svona fara í kerfisbundnar samantektir áhrif til dæmis á vefsíðuna á útkomu þætti. Miðstöð sjúklingafræðslu var stofnuð á síðasta ári. Hún á sér svona bakgrunn sögu í 10 ára aftur í tímann þar sem að var sett fram stefna á Landspítalanum að auka sjúklingafræðslu og þátttöku sjúklinga í meðferð og hún hefur margvíslegan tilgang. Hún hefur tilgang að hérna, samræma útgáfu fræðsluefni og styðja við þróun í þessu efni þannig að við förum að komast lengra áfram með vegferðinu með fleiri aðferðum og skoðum þá líka einmitt þessa hæfni starfsfólksins sem að þarf
þjálfun í þessu eins og öðru og það þarf stuðning í formi útgefins efnis til þess að nota í sinni fræðslu. Miðstöðin hún fer nú bráðum að gefa út sína vefsíðu og þar verða góðar upplýsingar það hvernig þú átt að snúa þér ef þú vilt fá fræðsluefni gefið út eða gefa út sjálfur fræðsluefni fyrir sjúklingahópa sem þú ert að sinna sem starfsmaður á Landspítalanum. Við stefnum líka á því að vera með námskeið og þjálfun fyrir starfsfólk og samskipti við sjúklingasamtök. Það er eitt af svona megin verkefnum sem við sjáum fyrir okkur. Það er gaman að vinna að rannsóknum með alls konar fólki á spítalunum bæði hér innan spítala og utan en það þarf aðstöð til þess og tækifæri til þess að efla rannsóknir hérna. En mínar rannsóknir eru mjög sprotnar upp úr klínísku starfi þannig ég held að mér hefur alltaf langað til þess að tengja niðurstöðuna við eitthvað praktískt þannig við getum bætt þjónustuna, bætt fræðsluna með þessum rannsóknarniðurstöðum sem við höfum og þannig gera þær gagn eins og til ætlast. Ef ég tek saman niðurstöðuna öllum rannsóknum sem ég hef gert og bara minni reynslu á því að vera hér í 30 ára þá held ég þessi alveg ljóst að sjúklingar upp til hópa þeir þurfa meiri eftirfylgd eftir útskrift. Þeim er ætlað að sinna sjálfsömmunnum sem við hjúkrunarfræðingar og fleiri sáum áður fyrr og þeir þurfa til þess bæði þekkingu, þjálfun og mikið stuðning. Þannig að ég held að til að súmmera mínar rannsóknir þá er það niðurstaðan og þeirra reynsla af fræðslu er ekkert alltaf, hún er kannski ekki alltaf þessi áhrifarík eins og við höldum af því að við metum ekki alltaf áhrifinnar, við erum kannski ekki að nota bestu þekkingu í aðferðum við að fræða fólk. Þannig að ég held að Landspítalinn er núna að fara inn í innleiðingu á geðstöðlum og einn af þeim er þáttaka sjúklinga í meðferð og ef við ætlum að virkilega innleiða það sem geðstöðl að fólk sé virkið þáttakendur í meðferð, bæði sjúklingar og aðstandendur þá verðum við að vinna markvisst að betri fræðslu og byggja þjónustunum þannig upp að fólk hafi það stuðning sem það þarf.